am. Yes I am. Klukkan orðin rúmlega 4 þennan þriðju daginn 18. desember. Crazy Bastard kominn á fóninn og Sveppi Krull mættur í stúdíóið. Það er allt eins og þá að vera. Eins og strákundir í sálunni sungu. Svo skemmtilega hérna árið. Og nú er að gera að leggja við hlustir þegar að stóra þessi fyrir upp. Það hefur ekki verið snert á þessu. Nei, það er eitthvað sem þarf ekki þegar við syngjum, það er autotune. Þetta er the one take wonders. Það er FM 95 blöð sem er hafið göngu sína þennan daginn og við erum með fanta þáttandi ykkur í dag, kæru hlustendur. Já, hann er rosalegur. Við erum að tala að Logi Bergmann ætlar að koma hérna til smá stund. Já, með síðustu bombun okkar. Með síðustu jólaspurningabombu Gettu blöð. Gettu blöð, já. Ég er búinn að vinna 2 síðustu keppnir, 2 síðustu þriðjudaga. Já, bæði þú ert búinn að vinna báðar keppninar á síðustu spurninguna. Þetta er búið að vera gríðarlega spennandi hjá okkur. Já, og hann ætlar að koma og þú getur klórað í bakkan. Já, ég get berga andlindunum. Hann vildi samt meina hann Logi sem er bæði höfundur spurninga og stigavörður í þessu að þessi gildi tvöfalt. Það gæti nú verið. Nei, ég meina ekki vera... Nei, það er bara flott, ég er til í það. Þetta gildi tvöfalt, þannig að það er að gera að leggja við hlustir því þetta verður epískt moment hérna eftir nákvæmlega 20 mínútur. Já. Nú við erum með meira hand ykkur kæru hlustendur, það er smekksnesa. Já. Við erum að tala um það að við trufluðum símtal og gerðum það náttúrulega ódöðlega eins og okkur strákunum einu lagi. Trufla símtal er alltaf hressandi. Já, það er alltaf hressandi og ekki nóg með það, heldur fórum við líka og tókum óþægilegu könnunina. Sem er svona óþægilegast sem að gera í þessum þætti. Japp, en hún er óþægileg fyrir okkur en yndisleg fyrir ykkur sem heima sitjið. Já, svo ætlum við jafnvel að vera með sturlaða staðreyndir á sínu stað og slúðrið og svo ætlum við líka að hringja einn góðan vin okkar hér á eftir og það tengist, já, auglýsingu sem hann er að syngja inn á þessa dagana. Já, það er nú bara svoleiðis. Komum betur inn á það hér á eftir. Já. En ertu ekki góður annars, Sverrir? Jöp, ég er alveg ljónharður maður og teflon húðaður. Komin í Fanta jólaskap? Já, ég veit það ekki. Nei, ekki, 18. des. Já, sko, alltaf það byrjar ekki jólinn fyrir 19. sko, 18. des, Já, þá fagna ég. já, ok. Þá fagna ég. Á hverju? Keith Richards á ammali. Já, á Keith Richards ammali í dag. Keith Richards er fucking 69 ára gammal. 69 ára, lítur út til að vera 105 ára. Ó já, og haga sér eins og 20 maður. Já, er hann 69 ára í dag? Já, æsku félagi minn maður. Hann við getum þurft að vera með Rolling Stones en lagi á leiðinu heim. Ó já, Já. og ég geti fundið gott lag sem að hann syngur jafnvel. Nei, við skulum ekki tapa okkur hérna. Jæja. En lagi á leiðinu heim verður með Rolling Stones. Ok, ég ætla að finna eitthvað langt lag. Hvað látt og gott. Ógeðslega langt. 69 ára gamall. Hældi í þessu maður, hann var að spila tónleikum í New York maður fyrir framan 40.000 manns og hann hefur engu glimt. Nei, hann hefur lifað tíman að tvenna, sá maður. já. Það er bara þannig. Sástu loka, ég ætla ekki að vera einhver að núti sem að vita ekki hvernig þetta fór og þá ætla ég ekki að gefa neitt upp en sástu loka þáttun á Homeland í ger. Já. Þetta eru stórkostlega þættir. Já. Mikið óbóðslega hef ég gaman að horfa á þetta. Ég var alveg límdur, skjá. Já, ég líka. Og Þeir það, þú veist, og það, þegar svona þættir, já. ná að koma mann á óvart ennþá. Og maður er orðin fullorðinn og á að vita betur og búinn að horfa á 24 og Shield og allt þetta kjaftaði Lost og allt. Já. Ef að þættir ná ennþá að koma mann á óvart, þá er góður. Nú eru þeir að fara að gangi í það sem ég kalla erfiðu seríu 3. Ó, já. Serðu til dæmis eins og Prison Break og serðu hérna Lost og fleiri þætti sem voru með frábæra fyrstu seríu, góða aðra seríu. Þriðja serían er svona mesta challenge oft fyrir þetta. Já, og það fer oft halloka þar. Já, en ég fant að trúa á þessu liði. Já, já. Þetta er alltaf búið að vera skemmtilegt. Ég beins maður, þú veit góð leikur. Já, hún er frábær. Ég hef oft rætt að hér í þessum þætti að eina sem við farið í töðunum með þess að sjónvarpsþætti eru dóttir hans Brody hérna. Já. Það er bara eins og hún sé föst með skeifu í kjaftinu sem snýr öfugt. Já, hún er náttúrulega úlingur. Já, ég veit það. Úlingar eru vitlýsingar. Nei, það er ekkert allir úlingar svona, samt sko. Nei, en væri þú ekki með skeifu ef að pabbi er hryðarkamaður? Kannski. Pabbi minn er ekki hryðjuverkamaður, hann er britsari. Já, aldrei gleyma því. En fáum hérna U2, þetta Já. kemur mér í jólaskap. Ó, já, gæti. Þetta er svona með betri jólalögum held ég, segi mér það. Þetta er fínt lag, sko. Mjög gott lag. Það er alltaf gaman þegar svona flotta hljómsveitir taka jólalög, sko. Já, styttist í Luigi Bergman, hann er rétt og mættur hér með, Gettu blöð, þriðju og síðustu keppnina fyrir jól og það verður mikil spenna en það er komið að slúðri. Ertu til í smá slúður, Sveins? Já, er það gott stöf eða? Ég er með ágættu stöðfandar þetta. Fíla það? Ég er ekki með neitt með, það er ekkert með Kim Kardashian og ekkert með Lindsay Lohan eða neitt. Þetta er svona, ég held þú er alveg eftir að fíla hann að pakka. Og hérna, ég er búinn að ákveða nýtt. Hvað? Að vera jákvæður. Glæsilegt. Það er bara... Ég er hættur að hrauna yfir fólk. Takk fyrir það.
maður á ekkert að dæma endalaust fyrirfram og maður ætti kannski að reyna að taka fólki bara eins og það er, skilur. Þetta bara glæsilegt þegar svona yfir hátíðarnar. Allir að, hver hefur sinn djöful að draga? Nei, rétt þér. Ég er með minn djöful, þú ert með þinn. Maður á ekki að vera endalaust að velta sér upp úr vandræðum annara. Er það hægt að drekka eða hvað? Nei, það myndi ég aldrei gera. Ég get alveg loðað því. Herðu, alltaf að það komið að slúðrinu og ég ætla að byrja á Sean Penn. Snillingur. Já, það er einn besti leikari heims. Yep. Ekki flóknari það. Og já, hann er núna opnað síðan í viðtal og segist aldrei hafa verið elskaður. Já. Og leikarinn Sean Penn segist aldrei hafa verið elskaður í hjónaböndu sínum. Ég skammast mín ekki til að segja, en öll viljum við vera elskuð af einhverjum. Þegar ég lít tilbaka við sambönd mín, þá veit ég að ég hef aldrei verið elskaður, sagði 52 ára gamli leikari í viðtali við, Esquire. Wow, farðu ekki að grenja, Sean. Ég er að tjóka. Ég ætla að vera jákvæður. Ég var bara svo eini, hann er samt sko, hann er eitthvað að tapa sér hérna. Ég var bara svo eini sem fattaði ekki svikinn, hélt Penn áfram. Leikarinn er tvisvar gengi það heila. 85 var að giftist hann Madonnu. Þau skildu svo 89. Já, þau voru samanalegu 4 ár. Okay. Hvað, elskaði hún hann aldrei? Já, ég veit það ekki. En svo árið 1996 til 2010 var hann giftur leikurinn Robin Wright Penn. Já, yndislega. Já, svo kemur hann. Svo skiluðu makaðinn og sannleikurinn kemur í ljós. Skilur ekkert hvað í helvitinu varst að hugsa með því að hanga með þessari mannesku. Hún hafði aldrei náhugaður. Wow. Hann er eitthvað... Hvað voru þau lengi saman? Sean Wright Penn hana? Já, þau voru alveg í 14 ár, sko. Þannig að auðvitað, hún lítur hún af elska hann fyrst hún var með honum í 14 ár. Fjandinn hefða. Á einhvern tímapunkti, sko. Já, hann er eitthvað bitur yfir hátíðarnar. Já, en það er svo misjafnt hvernig ástin heitir mann. Já, jú. Skilurðu? Já, nákvæmlega. Það er alveg þetta að elska. Án þess að elska. Takkið þetta með ykkur Hvað ert að lesa? Nefnir hátíðarnar. En alltaf þá var hann ekki sáttur í Pennarinn og ég óska honum bara allsins besta og vonandi... Já, ef þetta hjálpar honum að hreinsa andrúmsloftið þá bara knús í kladdan fyrir kettlun. Það er oft gott að bara, þú veist, koma svona frá sér. Auðvitað. Og honum finnst hann ekki að vera elskaður. Sérstaklega hátíðarnar. Já. Mér finnst ég ekki heldur ég hef elskaður. Nei, ég er brjálaður. Ég trúi því. En það hef ég ekki verið það. Nei, herri, það er komið næsta slúri og það er af Jimmy Fallon. En það er verið að tala að Jimmy Fallon muni taka við af Jay Leno núna árið 2014. Já. Þættirnir hans hafa slegið í gegn á NBC og fengið gott áhorf. Hann er með Late Night með Jimmy Fallon. En þetta er svo sem ekkert í fyrsta sinn sem að þá ekkur að taka við af Jay Leno. Ég held að sé ekkert margir búin að gleyma því hvað gerðist þegar hann, vinur okkar tók við á honum hérna. Hvað heitir hann hérna? Vinnur okkar snillingurinn Stóri rauðari. Já, Stóri rauðari, það er bara algjörsanlega stólum hvað hann heitir. Conan O'Brien. Conan O'Brien, já. Hann átti að taka við að Leno en það endist bara í 7 mánuði. Já, sem er skrítið því að Conan O'Brien er snillingur. Hann er ógeðslega fyndinn. En það er svo bara vildi Jay Leno fá aftur sitt spott og tóka svo meira segja sko það var David Letterman sem átti að taka við Johnny Carson á sínum tíma árið 1993. Já. En Leno stalði á hann. Aha. Já, þess vegna hætti Letterman á NBC. Fórið frá CBS. Já, Letterman er kóngurinn sko. Nei, finnst þið það? Mér finnst Letterman með betri sem er í dag sko. Já, ég er endur alltaf fíla Leno. Já, Leno er svolítið Leno er svolítið svona meira svona fyrir alla, skilur við. Já, hann er svona meira kommersial. Hann er svolítið kommersial sko. Letterman, hann sko hann sinnir færrum. Já, Pétur Jóhann dýrkar Letterman. Já. Mikill aðdáandi hans. Já. Svo ætla ég enda hérna á Cameron Douglas sem það er 34 ára gamall sonur Michael Douglas sem hann var verið að taka núna í fangelsuna sem hann afplánar 10 ára fangelsdóm fyrir dópsmygl. Æjæj. Já, og sölu. Það var verið að taka hann í fangelsinu og lemja hann illa. Nú, já. Ljótt að segja. Æjæj. Hann brotið á hann lærleik og putta svona rétt fyrir jólin. Já, það er bara vonandi að hann hafi átt að skilið. Já, ég er að reyna úr jákvæður. Já, ég bara, hvað er þetta að fara jákvæður með svona frétt, en þetta er... Já, ég meina, ef að menn er í fangelsi... Já, fyrir drug, trafficking og sölu, 2009. Sko, ef að pappin er Michael Douglas, hvað? Já, nákvæmlega, okkur hringir ekki bara í hann og beður hann að milli fara yfir 1 milljón í staðin fyrir að vera að selja kókain fyrir 1 milljón. Já, þetta er skrítið. Já, líka þegar maður er í jailuna núti, þá bara fagnar maður því að vera lamin, sko, heldur hann að láta tróða skrítnum hlutum upp í endaþarminn á sig, sko. Það er hárrétt, Fáum sem á Britney Spears og Will.i.am hérna áður en að Sveppi segur okkur fleiri fangelsisögur frá Bandaríkjunum. Jólasveinninn í þínum vinahóp. Nú gefst þér tækifæri til að bregða þér í hlutverk jólasveinsins. Farðu núna inn á heimasíðu FM 957 og skráðu vin þinn eða vinkonu.
Ef við hringjum síðan í þann sem þú skráðir, verður viðkomandi að segja hvaða jólasveinn það var sem skráði viðkomandi í leikinn. Þátttakendur fá 3 tilraunir til að giska og ef hann eða hún giskar rétt, fær sá hinn sami kassa af jólagull. Skráðu þig og vin eða vinkonu strax á heimasíðu FM 957 og hver veit nema þú getur glatt vin þinn eða vinkonu því það er svo gaman að gleðja aðra. FM 957 og jólagull í gylltum jólafíling. Jólahádegistónleikar Fabrikunar á morgun. Þórunn, Antonía og Benson flytja lög af nýútkominni plötu Þórunnar, Starcrossed. Bókaðu borð í síma 575755 eða á fabrikan@fabrikan.is. Hamborgarafabrikan. Vertu velkominn. Geimstöðin Kringlunni er með mesta tölvuleikja úrval landsins. Allir nýjustu leikirnir og allir hinir líka. Geimstöðin Kringlunni. Atvinnumenn í tölvuleikjum. Opið allan sólarhringinn í Skeifunni, í Garðabæ, á Eiðistorgi og í Smáralind. Hagkaup. Ein ferð, betra verð. Thule uppistandsserían á Gullöldinni. Miðvikudagskvöld klukkan 22. Framkoma Auðun Blöndal og Pétur Jóhann. Svo tekur Ingo Veðurguð við og heldur uppi fjörunu og lokar þar með uppistandsseríu Thule og Gullaldarinnar. Frítt inn og tilboð á barnum. Deildu minningum jólin með iPad eins og minningum hefur aldrei verið deilt. Epli.is. Hó, hó, hó. Höfum jólin skemmtileg í ár. Tölvuleikir og meiri tölvuleikir. Geimstöðin Kringlunni. Við kynnum sprengklægilegt tilboð fyrir áskrifendur í stöð 2 Vild. 25% afsláttur á einn vinsælasta gamanleik í sögu íslensk leikhús á sama tíma að ári. Áskrifendur fá miðan á aðeins 3.300 krónur í október í Reykjavík og í nóvember á Akureyri. Tryggðu þið miða í síma 5688000 fyrir Borgarleikhúsið eða í síma 451.000 fyrir Hof á Akureyri. Stöð 2 Vild er snillt. FM 95 blöð. Á FM 957. Hversu gott er blátt hrísskúlunissa? Heklaðu ullarvettlinga hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Þið að hlusta hér á Ödd og Sveppa á þriðjudegi. Það er komin góður gestur hér í stúdíóið. Það er hann Logi Bergmann Eiðsson því að það er komið að Gettu blöð. Þetta er spurningaleikur sem hefur verið að gera allt vittlust hér á FM 957. Og Logi vill meina að þessi gildi tvöfaldan og það er allt undir hérna hjá okkur strákunum núna. Síðasta keppni fyrir jól. Ertu hérna, Logi? Ég er hérna, Það voru að tala í mikrofónuna bara. Já, ég er spenntur sjálfur maður, ég er næstu því að undirbúa mig fyrir þetta. Ok, er ekki allt tilbúið það? Það er allt tilbúið. Ég er að fara að tengja. Sko, staðan er þannig að ég er búinn að vinna síðustu 2 skipti. Já, með 2, þú ert 2 spurningum yfir, basically. Já. Það er líka hægt að horfa á þannig. Já, þetta er bara, veist, þegar United vinnur í uppbótartíma, skilurðu. Sem gerist stundum. Já, sem að gerist alltaf eiginlega. Er þetta ekki þá bara 2 jafngóð lið? Nei. Og hitt er bara grís. Já, ok, þú ert 2 nú lifir, Sveppi. Hvað ertu að gera? Við erum að reyna að búa til spennu. Hvað vil ég gera? Ég vil fá fucking 100 manns til að tollera mig. Já, og það verður bara aldrei gert. Það er reyndar annar mál að þarf 100 manns til að tollera þetta. En ég hlakka eins og mikið til að sjá æfisöguna helgina. Þú veist að það er byrjað að sína hann í Smárabíó, Logi. Nei, það? Hobbitinn. Það er ekki að kíkja hana. Ég verði að kíkja hana. Hann er þetta ekkert svo ólíkuð þessu uppi. Nei, ég er Hobbitinn. Ég skil bara ekkert í Peter Jackson að fá mig ekki til að leika þarna. Það er óskiljanlegt. Það er óskiljanlegt, það þýtti ekkert að gera. Bara henda mig fyrir fram að kameruna. Gæti spila inn í og kannt ekki ensku? Mögulega, en Hobbitar tala ekki ensku. Ég tala hobbitamál. En ég ætla að óskættilega hafa mikið með bókin hennar, Logi. Já, heyrðu, takk. Já. Og hvetjum alla þegar það er eitthvað sem vantar í jólapakkan þetta árið. Já, sko, ég sá einn hlaupand á nærbuksunum með bókina öskrandi, þetta er fucking möndlugjöfin í ár. Ég veit ekki hvernig. Þetta er bara Ég er svolítið að lendi í þessu. Bók Reykjalómsins. Hvað heitir hún áttur? Handbók Reykjalómsins. Handbók Reykjalómsins. Og þú ert áritað í Smáralind alla helgina frá 9 til 5? Nei, ég var áritað bara í síðustu viku. Það er nú samt helvitið þægilegt fyrir þig, Logi. Ef þú ákveður bara að gefa öllum krökkunum eina bók, þá er hún uppseld. Það er svolítið hann. Það er reyndar, já. Ertu tilbúin, Logi? Nei. Nei, ég sé það. Ég er að finna hérna. Þú ert að vinna í þessu.
Ertu klár? Sko, við erum að tala að þetta í heildina 12 spurningar. Já. Og það annars vegar 4 lög. 4 bíómyndabrot og 4 spurningar. Ok. Og í fyrstu hlutunum verða víxl. Og við byrjum núna, ég er búinn að sitja hérna og að þessu er Öddi sem byrjar. Kannski happa að byrja. Já, það getur verið. Og byrju, hvað byrjaði áttur í tónlistarspurningum? Já. Ok. Ok, og þú fær alveg fáránlega stutt brot núna. Spurt er. Og spurt er, nei, hvað varð þetta? Þetta er bara ekki hægt, ég bara, hérna, já. Ok. Nei, þetta er ekki klárt. Ertu nú alveg rólegur, maður? Já, nú er allt í rugli hérna. Já, þetta gerir stundum að ég er ekki alveg tilbúinn. Nei. Herðu, ok. Ertu tilbúinn núna? Ég er tilbúinn núna. Ok. Þú fær, ok, og þú alveg með á hvernig þetta gerist. Já. Þú fær brot úr lagi. Já. Og semst bara alveg, þú veist, nánast bara takta því þetta er eitthvað sem átt að þekkja. Ok, ég er tilbúinn. Og tilbúinn, nei, þetta var ekki það. Þetta var ekki það sem ég ætlaði að gera. Hérna, það kemur hérna. Ok, þú fær bara brot úr, bara hérna. Já, ég er búinn að ná því. Þú er búinn að ná því, ok. Tilbúinn? Þarna, Beautiful People með viðbjónum Chris Brown er þetta. Það er rétt á Auðun Blöndal. Takk þér. Það er ekki afgerandi fórustu. Ég kem vel undirbúinn í þessa kefni. Vel undirbúinn, það er bara... Nei, ég er bara geðveikt ákveðin, þú sér það. Já, það er allt í lagi, en þetta er nú ekkert eitthvað sem maður ætti að vera að monta sig af að vita hvað eitthvað lag með Chris Brown er, sko. Hann er þetta viðbjóra manni, en ég var með þetta. Já, ok, þá förum við nú í eitthvað sem er nú ekki viðbjóra manni, en ekki maður. Það var aðeins lengra brota, því þetta er aðeins erfiðara. Hlusta á hann vel, Sveppi. Ég má stela svo, ekki? Aðeins erfiðara, heyrðu, ég fæ erfiðara. Já, frábært. Þú er aldrei vita hitt hvort þið er. Nei, ok, tilbúinn. Ok. Bara segja mig flytjanda. Hvað segir ég? Bara segja mig flytjanda. Það er þetta aftur. Öddi veit þetta. Þetta er einhver helvítis FM tónlist með símanleginu. Hver leikur og syngur? Þekkt. Byrju. Kona. Nei, ekki, herru, bara... Rólegur. Ætlar að stafa þetta bróðan í hana? Nei, ég segi bara Britney Spears. Nei, það er ekki rétt. Á Öddi, svarið? Ég er nefnilega ekki með þetta, sko. En ég ætla að skjóta. Ég segi, hérna... Ég ætla að segja Kristina Aguilera bara. Það er ekki rétt. Það er einu vista tónlistakona Selena Gomez. Selena Gomez? Já, kærasta Justin Bieber Já, hana. nákvæmlega. Þetta þurfum við að vita, svo þú veist ekki vera vel undirbúin. Ég bjóst bara ekki við því að fá svona tónlist frá fjörgamlu manni eins og þér. Nei, ég er bara svolítið að koma á... Þú er bara svolítið heipa cool, menn. Það er bara svolítið henni. Ok, þá förum við bara svolítið eldra stöfið. Þá er ég. Þá er Öddi, staðan 1-0 fyrir Auðun Blöndal. Það er Öddi. Allt í gangi. Síminn stoppar ekki. Og síminn stoppar ekki og áhverjandi það er mikið hringt. Já. Og þá er komið, ertu tilbúin? Ég er til. Þú er tilbúin? Já. Og... Búið? Nei, þetta var ekki rétt, maður verður ekki að þessu maður. Hérna, það er ekki mér, mjög stutt. Ok. Hver leikur og syngur? Hérna Marvin Gaye. Það er ekki rétt. Áttu það? Býttu, þetta er hérna. Ég veit ekki. Ég á að vita þetta, sko. Þú áttu að vita þetta. Sveppi, það verður að tala við. Það er að svara sér. Já, ég er að hugsa. Þetta kemur ekki. Býttu. Já, maður. Það svaraðu. Svaraðu. 5, 4, 3. Ég ætla bara að segja... Ég veit ekki. Nei. Pass bara. Barry White að sjá. Barry White, maður, hvað sagði ég? Barry... Þú sagði Marvin Gaye. Marvin Gaye. Er það veitir? Þetta verður fáránlega stutt. Bara búið undir það. Fáránlega stutt. Nei, býtur, sveppa líka. Sveppa á að gera, já. Ok, fáránlega stutt, Sveppi. Tilbúin? Já, er þið slögt á þessu? Þá er þið slögt á þessu. Hvað? Já. Það er allir. Já, ég held að allir náðu þessu. Það er loga. Já, þetta er Eye of the Tiger. Það er horrið. Það er rétt. Herri, það er 1-1 eftir tónlistarhlutan. Já, hann jafnaði þarna. Hann jafnaði? Já, ok. Það kom nú svolítið óvart. Eye of the Tiger var 1-1. Já. Þú fær létt núna, það er bíómyndir. Það er 1-1. Ok. Finnið þið spenna, það er bíómyndir. Ötti var þessa, tilbúin. Já. This isn't the biggest bag over the head punch in the face I ever got. God damn it!
son. Þú að kveika sér með? Hey! If any of you are looking for any last-minute gift ideas for me, I have one. Myndir þetta. Sé nú að Sveppi löngu búin að kveikja á þessu. Ertu búin að kveikja á þessu? Nei. I'd like Frank Shirley, my boss, right here tonight. I want him brought from his happy holiday slumber over there on Melody Lane with all the other rich people, and I want him brought right here. Þetta eitthvað eldgamalt. Já, þetta gaman, þetta klassíst. Já. Þetta svo klassíst að það hálfa þér nú. Ég ætla bara að skjóta á Gone with the Wind. Nei. Ég ætla að skjóta á hvað heitir hún Demolition Man. Nei. Ég átti að segja, þetta Casablanca? Þetta að sjálfsögðu Christmas Vacation. Christmas Vacation? Þetta hún? Þetta atriðin að snappa. Rotten, four-flushing, low-life, snake-licking, dirty, inbred, overstuffed, ignorant, blood... Já, þetta Chevy Chase. Þetta svolítið komið á hana. Í barast, ég á að vita þetta, ég er búin að sjá það mynd 1000 sinni. Sveppalingur, hér kemur þitt. Worm-headed sack of monkey shit he is! Þetta það? Nei, hér kemur þitt. Þetta sama. Hlusta á nú. Excuse me. Could I maybe get that headset, please? Do not raise your voice to me, sir. I wasn't raising my voice. Ég kemur með að léttast í heima á hann. Ef hitt var ekki létt, jöfnveld getur þú varst með Christmas Vacation. Já, þetta léttara sem þú ert með núna, sko. Á þessari stöðu voru sínt hvert einasta ár. Hún veist í bíó núna líka. En já, hvað segir Sveppalingur með þetta? Adam Sandler. Hæ? Það var Adam Sandler. Bara ekki gera neitt hérna. Þetta var hann. Er það ekki nóg eða? Nei, hvað heitir bíómyndin? Heyri, byrju, þarf þú að fara í anger management? Ói, hvað fokkin leiður maður? Vissir þetta allan tíman maður? Hvað fekk ég? Christmas Vacation? Já, þú vissir það ekki? Nei, en þú veist, má ég ekki vita? Jú. Má ég ekki fá stig fyrir að vita? Já, flott ég það. Já, hvað er staðan? 2-1. 2-1 mér, klassi, fíla, elskar. Erðu, ok, áreiti hérna. Hvað er nú? Hvert eru konir? 2-1. Það er setna bíómyndabróti sem er að smetla á ykkur núna. Það er nú, ef hann að segast eins og það er nú létt sem að fæ núna hann, veit ég. Hvað er að gerast þinn? Þetta týndi bara. Þetta er allt hérna, maður. Það kemur hér. Ok. Þetta er nú svo létt, auðvitað, þú veist ekki þetta, þá er þetta bara lapp út og ganga. Hit me. Ok. Mr. Takagi, I could talk about industrialization and men's fashions all day, but I'm afraid work must intrude, and my associate here has some questions for you. Sort of fill-in-the-blanks questions, actually. Ég er bara ekki með þetta. Veistu þetta ekki? Þetta er jólamynd. Þannig séð. Já, þetta er, ég ætla að skjóta Bill Murray, Scrooge. Rangt. Gæti verið að eftirnafnið á þessu manni sé Gruber. Gæti verið. Er þetta Hans Gruber? Gæti verið. Ó, já, kallið minn. Ok, glæsilegt. Dömunar herrar, þetta er Die Hard. Það er rétt. Já! Hans Gruber! Yippee-ki-yay, motherfucker! Ég veit ekki hvað ég get gert fyrir því. Nei, ég skeitt hann. Þetta er bara Die Hard, þetta verður ekki léttar en þetta. Ég veit ekki alveg hvað ég á að gera, maður. Þetta var snilt. Sveppa á að gera. Herðu, þá færð þú hérna, Í, hvað er að skýta á mér? Jæja. Já, þú ert svolítið að gera það. Það var reynilega sérst sver. Það er, hérna... Ég ætla ekki að láta það eðilga skap mitt samt. Nei. Fær hérna mjög stutt brott. Bara, það verður að vera mjög stutt að þetta er orðið bara, þetta er komið út í eitthvað rögl. Já. So I'm gonna do my kind of dancing with a great partner. Sveppi. Hvað sagði hann? Gonna do my pair of dancing eitthvað. Fight Club. Nei, Ötti getur tekið Not only a terrific dancer, somebody who's taught me that there are people willing to stand up for other people. Hvað fær hann bara ennþá miklu lengra? Somebody
Ekki bara horfa á myndina og segja svarið. Hefur ég ætla að segja bara Dirty Dancing. Það rétt, já, dreng. Jöfnvöldsins kjaftaði, Logi! Ég ætla að segja eftir stuttabrótið, ég sverða. Þetta var ekki að hjálpa mér. My Kind of Dancing. Já, My Kind of Dancing, ég meðst að gaf þér það. Þú spæði, hvað sagði hann? Ég sagði, hann sagði eitthvað My Dancing eitthvað. Já, ég hélt bara að ég ætla að skjóta Dirty Dancing. Mér heyrðist þetta að vera bara Brad Pitt. Ok, komum inn í þetta þarna. Já, en allt í lagi. Allt í lagi. Þú veist, þú fékkst, bara ég fekk spurningu með einhverju broti. Ég ætla alltaf að segja svo fékkst þú bara helmingi lengra. Var þetta að hjálpa þér það sem kom að þið sem fylgdi kjálfarið? Ég veit, það er algjört aukadrið hvort að það hjálpa mér. Hefur þið giskað á það þá, Sveppi? Ég spyrir. Já, staðan er 3-2, Svepp er ennþá yfir. Ekki glemma því, þetta er allt gæst. Og Öddi, þú fær fyrri spurninguna og við erum komin í raddir. Ok. Raddir? Nei, það er ekki fyrri spurning. Nú er það öskurum fyrir. Já, nú er bara hver okkar... Nú er bara 4 spurningar eftir. Já, og það er bara sá sem okkar er undan að næðum. Já. Fyrsta spurning, og við byrjum í auglýsingum. Hver er rödd Lexus? Egill Ólafs. Nei, það er Jón Ásson. Jón Ásson. Það var rétt, já, þetta. Jón Ásson, ég vissi það. Ég var alveg á sama tíma. Já, þú varst alveg á línunni. Það er 3-3. Já. Finnið þið spennuna, ég var bara að vita hana aðeins maður. Ég finn hana. Aftur er það rödd. Ok. Hver er rödd Kosts? Kostur. Selur mikið á amerískum vörum. Já, þetta er hvað heitir hverjum? Kostur, þetta er... Ekki okkur íspenningar? Gerald Söllenberg. Nei, röddinn. Það sem var mjög mikið fyrir ameríska hluti. Við erum bara að korða með þetta, er ekki bara næsta? Tónlistavari, ok, kemur ekki. Það er Dr. Gunni. Dr. Gunni. Ég vissi það. Staðan er 3-3. Það eru 2 spurningar eftir. Það eru Bond-spurningar, báðar. Hvað er það? Bond-spurningar. Bond, ok. James Bond. Og það er bara nú sá sem kemur fyrir með bara rétt svar hann vinnur, fær stíið. Ok. Í hvaða Bond-mynd kom inn skemmtilega on á topp fyrir? Octopussy. Nei. Dr. No. Nei. GoldenEye. Rétt, já, þetta. Komum við yfir. 4-3, hann er búinn að taka 3 stíð í þessu. Giskaði bara GoldenEye fyrir slysni, ég sé það bara á honum að hann giskaði bara og vissi ekkert. Já, hann vissi ekkert, maður sér það svo sem, en það skiptir ekki máli. Hvernig vannst þú aftur síðast? Þá giskaði hann 50 sinnum. Nei, það var bara, ég vann að því að ég var með fleiri stig. Og giskaði hann 50 sinnum. Herðu, lokaspurningin, ég vil ljós hvort auðin vinnur eða hvort að þú sveppalingunar í jafna. Í hvaða Bondmynd kom fyrir Pussy Galore? Octopussy. Nei. Dr. No. Nei. Die Another Day. Nei. Tomorrow Never Dies. Nei. The Spy Who Loved Me. Nei. Það er keppni hvort. Hvað var nefna fleiri, getur nefnt fleiri Bondmyndir? Eldri mynd. Thunderball. Nei. Ég bara þarf að passa á þetta. Ok, þá ætlum ég að halda frá að nefna Bondmyndir. Já. From Russia with Love. Nei. Ég bara þekki ekki nógu margar. Hvað sagði hann héti? Hvað? Pussy Galore, þetta er frægasti Bond-karakterin bara, sko, Bond-stúlkan bara. Já, við erum að skita á okkur hérna. En við bara... Ekki á greinu vísbendinga, því þetta er síðast spurning, hún verður að koma að svara henni. Þessi mynd er kend við líkamsluta. Goldfinger. Það er rétt! Það er ekkert annað en það er bráðvarnspurning. Það er ein bráðvarnspurning í lokin. Það er 4-4. Það er 4-4, það er bara þannig. Og hún kemur hérna, og það er bíómyndspurning. Já. Hvað kallast vinur Mavericks í Top Gun sem deyr? Hann er Jésús. Fokk, er ég geðið ykkur? Goose. Já! Það var mikið maður, ég lokaðist af stressaði. Auðvitað vann eitthvað í lífinu maður. Loksins vann ég eitthvað í lífinu. Takk fyrir komuna, Logi. Við skuldum hér auglýsingar og svo komum við með óþægilegu könnununa og trufla símtal. Takk aðeinslega fyrir komuna, Logi.
FM 957 mælir með Nintendo Wii U frá bræðrunum Ormsson, lágmóla 8. Þar fæst einnig frábært úrval af hljómtækjum, leikjatölvum, myndavélum og einnig fjölbreytt úrval af heimilistækjum. Fyrstu vel með í vikunni og þú getur nættir í eintak af þessari nýju viðbót í Nintendo fjölskyldunni. FM 957 og Nintendo Wii U. Gleðileg jól. Tónlist, gagnamagn og snjalltækjanámskeið í jólapakkanum sem fylgir völdum spjaldtölvum hjá Vodafone. Jólin að koma, jólunum gaman, jólin hátíð, svo allir eiga saman. Þú færð allar bestu sortirnar frá Canon, Sony, Bose og Lenovo hjá okkur. Nýherji Borgartúni og Kaupangi. Monitor kynir, hátt í höllinni, stórtónleika, Laugardalshöll, annar kvöld, Ásgeir Trausti, Hjálmar, Moses Hightower, Valdimar, Jónas Sigursson og Kiriyama Family. Uppselt í stúku, tryggðu þér miða strax á miði.is. Sagan Hobbitan loksins fáanleg aftur í íslenskri þýðingu Þorsteins Thorarensen. Ævintýrið tvímælalaust eitt af ástsælustu bókmenntaverkum 20. aldar. Sena. Úrval af hunda og kattanami í jólapakkan. Dýrabær, Smáralind, Kringlu og Krossmóa Reykjanesbæ. Kalkút, konfekt, kræsingar og kostakjör jólin. Í Netto. Harðir pakkar í GAP Faxafinni. GAP.is. FM 957 á FM 957. Hversu gott grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Þetta var sjálfsögðu Mariah Carey hér með All I Want for Christmas Is You. Og já, við þakkum Loga Bergmann aftur kjallaði fyrir komuna. Sveppi nú eitthvað stokkinn hérna fram, ég veit ekki alveg hvar hann við ætlum að fara hér í sturlaða staðreyndir. Hann hefur eitthvað horfið, brjálaður eftir spurningakeppnina. Ná, ég með þess að misti næst í þessu sjálfur. Allir móður hérna. Hendi mér á klósettið, við ætlum að fara bara hér í hvíta skó. Komum svo hér aftur eftir örskamastund. Já, þá ringjum við eitthvað út á land oftast. Við erum að vinna svolítið með landsbyggðina þarna. Dreifbílið maður? Já, því að það einhvern veginn meira sakleysi og betra fólk út á landi. Já, það ekki alveg jafn meðvitað og Nei, allir eitthvað svo þægilegir. Já. Og þetta ekki flókið annar okkar, býtu, hvað ég truflaði síðast að koma að þér að trufla. Já, ég skal trufla. Þá ég að tala við, ég er búinn að finna hérna efnalaug bara á Hornafirði. Og meðan Sverrir á línunni, þetta efnalaug Dóru, og meðan Sveppi á línunni að trufla símtalið. Já, sjáum hvernig þetta fer. Nú, ætlar að vera dónalaugur eða? Nei, ég að pælja að vinna með, svona steik. Að vera með rögl? Já, vera absúr. Ok. Gera eitthvað absúrt. Og náttúrulega fara yfir víðan völl. Í röglinu. Efnalaugin Albert? Já, góðan daginn, Bjarni heiti ég. Þetta efnalaugin? Já. Já, góðan daginn. Herðu, hvernig, ég ætlaði nú að tjekka á nokkru hérna, hvernig opið hjá okkur yfir hátíðarnar? Eins og... Skeitt ekki í þig? Eins og bara á milli jól og nýjárs, þið með opið þá eða? Sko, það opið 15.27. Það opið frá 1 til 6. Halló, hvað ertu? 15.27. Já. En á föstudeginum? Á föstudeginum opið frá 9 til 6. Hvað það gera? Ok, þannig að það opið alveg annað milli hjá okkur, bæðið 15 og fösta? Já, líka laugardaginn 29. Hver ertu? 11 til 2. 11 til 2. Halló. Gamlársdagar opið frá 10 til 12. Nú, hver ertu? Ok, það opið á gamlársdag líka. En hvað þið lengi með einn jakkaföti kemur með þau? Ertu skítug? Það fer svolítið eftir hvort það sé mikið að bletti með og ef þau ljós þá erfiðar að vanlega ná. Já, þau svona ljósgrá. Ertu skítug? Ljósgrá? Já. Sko, það óhreinn? 2 dagar kannski. 2 dagar. Já. En ef ég að koma á 15 á fyrstu, já, þá gæti ég... Það samt meir líkur sko ef við kemur með því snemma. Halló?
Halló, hver þarna? Halló. Halló? Halló? Halló. Er einhver annar hjá þér á línunni? Nei. Nei, ok. Mér það eins og sé alltaf einhver annar að tala. Úrheyrningi og hvernig? Halló? Halló. Já, mér finnst eins og sé alltaf einhver annar á línunni, en já, hvað segir þið? Betra fyrir mig að koma... Bongo. Bara, þú veist, 2 dögum fyrr, Bongo. þú veist, því fyrr sem hann kemur því... Bongo. Bongo. Er einhver annar á línunni eða? 1, 2. Já, heyrðu þetta núna? Ég heyri samt ógeðslega illa út af því að það er ógeðslega mikið sög í kringum mig, En það er eins og sé alltaf einhver annar að tala. Í hver ertu svo að stelpa? Halló? Halló. Já, heyrðu, kemur ekki alltaf eitthvað annað suð inn á línuna? Annar sími þarna, nei, það er engin í hún. Í hver ertu svo að stelpa? Í hver er ég? Mamma, það er eitthvað að símanum. Mamma, pappi. Ha? Halló? Halló. Já, ok, hérna, þannig að, hvað segirðu? Það er betra fyrir mig að koma með bara 2 dögum fyrr. 2 dagar, ljósgrá jakkaföt. Kottu með mömmu inn í síman. Ha? Já, ég held að sé bara, er ekki 2 dagar? Já, hún er mikið að gera. En það er, já, ég mynd svolítið álega núna. Kottu með mömmu inn í síman. Koma með hvað? Mamma. Halló. Halló? Að koma með hvað, segirðu? Já, ég var ekki að segja neitt. Nó? Ok, þá... Kottu með mömmu inn í síman. Koma með mömmu minna? Ha? Nei. Ok. Í hver ertu þetta annað stelpa? Herru, þannig að ég ætti að koma með þetta 2 dögum fyrir bara. Já. Haldi við með Bernes. Hvað? Það er einhver annar á línunni, sko. Já, er það ekki? Mér heyrist alltaf einhver annar vera að tala. Ég veit ekki hvort það er þú eða einhver annar. Það er ekki ég, sko. Ég heyri eins og þú sért með eitthvað hjá þér, sko. Já, ok. Það kemur akkurat dögut til mér. Já, ok. Þetta er ósteikt. Hérna, ok, þannig ég kem með þetta 2 dögum fyrir, þannig ef ég kem með þetta núna annan... Nei, það er lokað okkur annan í jólum, ekki? Ég er svo skítið þér. Ekki lokað þá? Annan í jólum, já, það er... Hleyptu mömmu í síman. Hvað dagur er það aftur? Annar í jólum er þriðjudagur? Nei, er miðvikudagur? Það er opið 5. næst bara. Hleyptu mömmu inn í síman. Og 5. næst. Góður. Ha, hvað segir Þetta hlýtur að vera eitthvað grínsamt. Hjá. Halló. Halló. Ok, ertu þarna? Þetta er voða skrítið símtal. Já, ég er voðalega sammálaðir. Þannig að ropa á 5. ok. Já. Herru, þá bara þakka ég kjallaði fyrir. Þetta er mamma. Ha? Það er einhver annar. Herðu, ok. Er þetta hjá ykkur? Nei, þetta er ekki okkur. Við erum bara 3 hérna. Við erum ekki 3, við erum 4. Ha? Herðu, þú kemur bara með jakkafötu þín. Þú þarft að koma með jakkafötu. Já, ég ætla bara að koma að kíkja á okkur. Herðu, ok. Ok, takk. Já, bæ. Ekki borgi. Þetta er svo mikið steik. Þetta er svo gaman. Þetta er svo mikið gæð. Það er alltaf best. Ha? Hvað var þetta? Góð. Þetta var truflasýndal. Þetta er, veistu hvað? Þegar ég er að þessu, mér langar ekki að hætta. Nei, ég veit það. Mér langar bara að hafa þetta endan. Ég geti hlusta á þetta endalust. Svona rugg. Ég geti hlusta á hana endalust segja, byrju, hvað var þetta? Years ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did. And you were strong and I was not. My illusion, my mistake. I was careless, I forgot. I should take caution when it comes to love. Jól á N1. Já, 2-faldir N1 punktar af öllu eldsneyti. N1. Meiri jól í leiðinni. Thule
Uppistandserían á Gullöldinni miðvikudagskvöld klukkan 22. Framkoma Auðun Blöndal og Pétur Jóhann. Svo tekur Ingo Veðurguð við og heldur uppi fjörunu og lokar þar með uppistandseríu Túle og Gullaldarinnar. Frítt inn og tilboð á barnum. Jólagjafir fyrir alla fjölskylduna í Intersport. Mikið úrval af sniðugum gjöfum á frábæru verði. Það er sport að spara í Intersport. Aðgangur að hreinu vatni ætti að vera sjálfsögð mannréttindi. Styðjum bástadda og greiðum valgreiðslu í heimabanka. Gefðu gjöf sem skiptir máli. Gefðu vatn. Hjálparstarf kirkjunnar. Monitor kynir. Hátt í höllinni. Stórtónleika Laugardalshöll annar kvöld. Ásgeir Trausti, Hjálmar, Moses Hightower, Valdimar, Jónas Sigurðsson og Kiriyama Family. Uppselt í stúku. Tryggðu þér miða strax á miði.is. Í jólapakkan. Úrval af skíðum og allir skíðapakkar með 20% afslætti. Úrvalið í Útilíf. FM 95 Blö. Á FM 95. Hversu gott er rautt rjómanissa? Bakað múffur hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Ég heit Auðun Blöndal og beint á móti mér situr Sverrir Þór Sverrisson eða Sveppi Krull og það er komið hér að sturluðum staðreyndum. Styttist í vondu könnuna sem er hér á eftir. Og styttist í jólin. Já, heldur betur, 18. desember. Ég einmitt að fara að spila geggjað jólalag hérna, þau erum búin í sturluðum staðreyndum. Já. Er það jólasveinu 1 og 8? Nei, það er ekki það. Þú er mjög volgur samt. Ok. En ertu tilbúin í sturluðum staðreyndir? Ó já, kallið minn. Ok, þá byrjum við hér. Ef þú setur margfætlur tær saman í hring, þá elta er hvora aðra þar til að deyja. Það er hressandi. Ég veit að það fyndið maður. Finnst þér? Já. Þetta er svo mikið steik, maður. Það er að störa þetta. Þunglind fólk eyðir meiri pening en hamingjusamt fólk. Þetta kom mér svolítið óvart. Já, samt ekki sko. Ég hef haldið að þeir sem verða hamingjusamir verða að eyða meira. Kannski ef maður þunglindur og að reyna að verða hamingjusamir, ég veit ekki. Já, þetta þunglindalið er náttúrulega kaupandi sér, mat á nóttinni kannski. Þetta þunglindalið, það er ekki lagi með þig. Þetta er svona hérna þriðja. Ég er bara að spjalla maður. Þar til, þetta er náttúrulega sem er svolítið skemmtilegt. Þar til 1850 voru ekki til hægri og vinstri skór. Nei. Bara skór. Þannig að það gæst ekki að vera í krumafót. Það er til 1850, já. Þá kom einhver snillingur. Já, bara herðu, lappinur okkar eru ekki eins. Já, við verðum að láta smá beygju, sko, vinstra megin og hægra megin. Getið ímyndað ekki hvað er þið þægilegt? Bara í beinum skóm, það er snild. Það er svona, þið hefur ekki farið í Kína, sko. Eru þeir ekki hálf beinir? Og svona inni skór oftast líka. Þrándur, vinnu minn, hann var alltaf í Kína skóm í leikfimi. Já, en það er hann ekki mikið íþróttamaður. Nei. Og byrjaði strax þar bara. Já. Kína sko, okkur er þeir dauðir í dag. Ég veit ekki. Þetta var flatbotnað, þetta var bara jökk. Já, þetta var ekki dýrt. Nei. Ég var í samt alveg til Kína sko bara til að vera heima núna. Já, svona inni skór meira. Já. Bara svona, já. Svo er það hérna næsta. Það er hreinlegra að kissast en að takast í hendur. Færri í síklas. Já. Þannig að ef þú ert með einhverja síklafóbi og ert að heita félagana, bara sluma á hana. Ekkert eitthvað hvað segir kjellin. Og svo hef ég heitt annað líka sko. Hvað? Það er hreinlegra sko að kissa mann á botnin heldur hann á munn. Já, það er málið. Ég hef heyrt það sko en ég selja ekki dýran í stalli. Þannig að það eru færri síkla þegar það er hjólað í eitt gott rimjob heldur en þegar þú kissið bara. Jep. Það er önnur saga á lengri. Já, förum ekki lengur út í það. Og ekki meira heldur. Það er samkvæmt rannsóknum eiga konur 4 kynlífsmaka yfir ævina og karlmenn 7 að meðaltali. Já. Og nú spyr ég þig 7 og 4, er þetta tala sem að þú svona kannast við? Ert þú í kringum 7 sjálfur? Full fámennt. Já, segð mér þá. Þráttur það að vera lítill krullóttur með bumbu, þá er þetta nú ekkert eitthvað tala sem að henda gefa. Já, 7, þetta er, ég hugsa að ég myndi að halda að það ætti að vera 7 kannski, 7, frekar svona 10 og 10 eða eitthvað. 11. Ég get ekki rætt þetta við. Stöldum aðeins við þetta. Já, það næsti. Hvar ert þú? Ég er þarna svona milli, 4 og 7.
Það komi hérna að næstu stjórnlegu starrend. Þetta bara, við erum ekki að fara að ræða þetta hérna í stúdíun. En við vorum bara samanlega að þetta ég hugsa þetta sé, ég held að bara af öllu, ég held að þetta teljist lág tala á Íslandi, 4 og 7. Já, en ef þú tekur allan heiminn, þá þetta kannski eitthvað meðaltal. Já, þetta það. Já. Það akkurat það sem að gera hérna í stjórnlegu starrendum. Já, það að taka meðaltalun. Já. Næsta starrend fannst mér mjög skemmtilega. Já. Og það Ken Jeong, asíski leikarinn sem hleypur á tippinu í Hangover, mástu, sem læsaði skottinu. Já. Herru, hann útskrifast úr háskóla 16 ára gamall og var orðinn læknir 24 ára. Nei. Fluggáður. Og svo bara nefndi hann sig ekki lengur og núna fann hann að leika. Það svalt. Já, mér finnst það ógeðslega gaman að sérstaklega líka út af því hann bara að leika vitleysingar, sko. Hann hrikalega fyndinn í Hangover allavega. Já, ég slur. It's gonna be a sick night, bitches! Motherfuckers! Hörru, það eru nokkur eftir. Þetta, ég veit ekki, þetta bara stjórnlega staðarind og ég tekið að netinu. Yngsta móðir allra tíma á 5 ára. Það eitthvað bara... Drefti mig, maður. Það næsta hérna bara. Það getur ekki, ég ætti bara að sleppi þessu, maður. Ég ætti ekki að lesa þetta. Þetta ekki hægt. Það ekki hægt líffræðilega. Samkvæmt stjórnlega staðarindum þetta hægt. Ég veit það ekki. Ég ætla ekki að... Við erum ekki að fara neitt meira út í það. Hvort það er? Viltu ekki ræða þetta? Nei, 0. Nachos, þetta fannst mér skemmtilegt. Nachos heitir í höfuð á höfundi þess. Ignacio Nachos Anaya. Nei. Það heitir Nachos. Svo sem að fatta upp að hét Nachos. Þannig að ef ég fatta upp að þá getur það verið herfið og fá okkur pott blöð með ostasósu. Já, blöð bara. Blöð með ostasósu, maður. Ertu Nachos aðdáandi? Já. Ég elskaði mér Nachos í bíó. Og ég fæ mér oft sko nachos með svona jalapeno og brætum osti, það finnst mér geðvægt. Já, það er ógeðslega gott. Já, ég verð til í þannig núna, sko. Já, bara þegar þú segir það, langar mig það. Svo það eru 3 réttir. Það eru 200 lík á Mount Everest. Hvorki meira en minna, maður. Svo það var kona í Suður Kóreu sem fjall 771 sinni á bílprófunu. En náði ég svo. Eftir 771 skiti. Og þá lítur hún örugglega að vera talin eitt besti bílstjóri í heimi. Já, allavega. Það lítur að vera svipað kostnaði við þetta í Suður Kóreu og Íslandi. Þú myndir þakka þetta 771 sinni hérna á Íslandi. Það er bara marga milljónir. Já. Þetta er dýrt núna. Já, mjög dýrt að taka bílpróf. En hún gafst ekki upp, við erum að gefa henni það. Þetta er eins og ég og starffræði 10. Já, hvað tókstu það? 770 sinum? Nei, reyndar ekki. Tók að náði í 3. skiti. Í 3, allt þeirra þrendir. Svo það hér síðasta, það er til National Air Sex Championship og þar keppi fólki að stunda loftkynlíf eða air sex. Og það hefur ekki séð svona að spila loftgítar, airgítar? Já, luftgítar. Já. Þú ert svona þykja að spila gítar? Já. Það er til National Air Sex Championship. Þá ert að þykjast stunda kynlíf og þú fær einhvern fyrir það. Og í þessu er keppt. Já, þannig að ég myndi fara kannski með einhverju stelpu. Nei, þú fær bara einn upp á sviðin. Já, ég fær bara einn. Já. Og er þykjast stunda kynlíf. Já. Og færð einhvern frá dómurum, 0 upp í 10. Já, þetta er snillt. Finnst þér? Já, þetta finnst mér sniðugt. Já, þetta er eitthvað sem ef við værum með sjónvarpsþátt núna, þá getum við keppt í þessu, heldur þú væri góður í þessu? Já, ég held að ég er mjög góður í þessu. Já, því Air Sex. Já. Þetta er þetta hérna. Þú veist, þetta er eitthvað svona. Jæja, þetta var flott. Það var styrla. Við erum með ykkur hér til 6 í dag, félagarnir. Þú hefur heitt þetta? Heitt hvað? Þetta auðlýsinguna. Hvað auðlýsingu? Sem við vorum að ræða, þetta þarna, með sportari. Já, með hjálpanum. Já. Það er nefnilega ekkert margir sem vita þetta. Þetta er ég búin að heyra þetta. Þetta er búin að vera bara á öldum ljósakast lengi. Er það talið sportsdirect.com? Íslands eina von. Já. Er þetta ekki ánægð með þetta? Já, sko, kona mín hún alveg hlusta á þetta. Þetta er alveg hræðilegt og ég hlusta á þetta. Gott leiðilegt. Og hérna ég alveg, hvaða er vitleysa? Er þetta sportdirect.com? Íslands eina von. Rýmar ekki einu sinni. Þú veist hvað þetta er? Já, svo var ég nefnilega Svo var ég að komast að því. Vissir það ekki? Nei. Nei, ok. Þetta er hinn síkáti Hjöðver K. Þetta er Hjöppið hinn okkar. Þetta er Hjöppið. Hjörvar Hafleðarsson. Ég var til að ringi hann og ég var til að heyra hann gera þetta, sko. Það er bara live. Já, líka bara þannig að fólk kveiki, sko. En heldur að hann fatti ekki að setja að gera grína sér? Jó, hann má það alveg. Já, eða viltu kannski ringi hann og spyrja hann hvort það sé margt breyst hjá hann og svona eftir hann tók þetta að sér og hvort hann sé að lesa hann á fleiri auglýsingar og svona? Já, það hljóta náttúrulega rignin tilboð. Já, eftir svona ævintýri. Það er betra að heyri í honum bara með þetta. Eftir svona ævintýri, þegar að menn
bara slá á létta strengi og úr því verður bomba og þetta á vörum allra, þá hljóta tilbúin að rigna inn, sko. Ég held að hann sé að fá svona svipa og þú þurfast í Suzuki-auglýsingunni. Suzuki! Þið getur farið í keppni. Já. Það væri gaman að líka bara heyra hann segja þetta, sko. Ég er ekki alveg að tengja saman röddina, svo þetta var svona, það komið alltaf í ofna skjöldu, sko. Við skulum fyrst ekki sem... Er það Hjörvar Hafliðason? Já, það er hann, einu sannig. Hjörvar maður, hvað segir þetta sveppalingurinn hérna? Blessaður. Og þetta er beinn útsendingu FM 95 Blöð. Já, ég næ því. Það er þriðjudagur í dag, þá maður veit hvað býðum hans. Já, þú varst búin að fatta það? Og snöggur að kveikja. Hvað ert að brasa? Herru, ég er hérna, það er bara jólaundirbúningurinn, maður er svona að hendi síðustu sortirnar og ég þarf að jólinn komi. Það hlýtur náttúrulega að vera mikið breytt hjá þér undanfarna daga. Já. Ert að fá meira athygli núna? Upp á Siggasti? Veitu hvað, hérna, út af bakstrinum? Nei, ekki út af bakstrinum. Nei, bara... Það er, þú ert náttúrulega að slá í gegn út um allt. Já, ég gerir mig grein fyrir því. Við erum að tala söngröddin. Já, ég er náttúrulega að byrja að syngja hérna hjá þér og það var þú sem var fyrstu til að gefa mig tækifæri. Já, en núna ertu farin að syngja inn á auglýsingar. Já, það er bara þegar það gengur vel að syngja þá, hérna... Það veit ekki margir en það var Raka Gísla sem kendi mér að syngja. Já. Kendi þér enginn að syngja, maður. Var hann ekki meira svona að segja hvernig þetta ekki að gera? Hann er alltaf rosalega mikla þekkir og ég þakka hann alltaf fyrir það ég heit hann. Raka Gísla? Já. Sko, við vorum að ræða, nú ætlum ég ekki að vera leiðilegu hjá þið, en Sveppi var að stríða þér svolítið hérna, áður en við hringdum mig, ákveðum að hringi þig. Já, ekki beint að stríða, sko, mér langaði bara svo að Þú sagði bara orðrétt að þið finnist auglýsingin hörmuleg. Já, sagði ég það? Já. Já, ég man ekki eftir því. Það er enda mjög stöðt síðan, það myndi ég aldrei gera hjá þér. Það er í góðu lagi. Það er náttúrulega það sem allir er að tala um í dag. Já, ok. Það er Sport Direct auglýsingin sem er að tröllríða öllu. Já. Og það er ekki margir sem að vita að það er þú sem að lest hana. Og syngur. Og les, já. Þannig að málið er það að þegar við vorum hérna, það var 40 manna hópur sem eitist á fundi. Já. Og það er svona slókan hérna Sportsdirect er sportsdirect.com, UK's #1. Já, þannig er það út í útlöndum. Ok, það passar. Það er töff. Þá fór ég að hugsa, ég sagði slókan, látið mig þetta. Ég skal hugsa þetta. Ekki þú og markastildin? Nei, ég sagði þeim bara heim að sofa. Já. Þannig að það er ekki, ég sá fyrir mér alveg heila auglýsingastofu þarna bakvið. Nei. Þetta er allt mín snild. Þetta er allt mín snild og svona, svo við höldum nú ekki hlustandanum lengur í skefjum. Já. Þá væri nú gaman að fá að heyra því syngja snildina. Viltu syngja með? Já, ég vil fyrst fá að heyra þetta alveg tandurhreint. Nei, tökum við þetta saman. Hann vill ekki syngja þetta. Nei, hann getur... Jú, tökum við þetta saman. Já. Ok. Sportsdirect.com. Nei, þú varst ekki með. Heldur með honum Sveppi. Sportsdirect.com Íslands #1. Það sem er svo skemmtilegt við þetta er að þetta rímar ekki. Já. Var ekki eitthvað að rífast við það daginn? Jú, það voru heitir, þetta rímar alveg upp á 10. Sportsdirect.com, Íslands #1. Já. Og það er nánast endaði með handalöfmálum. Já, ég trúi því. En þetta er náttúrulega það tröllrið öllu núna. Já, hefur ekki gaman að þessu? Já, þetta er bara... Þetta er eitthvað skemmtilegt það sem ég heyrst síðan að Suzuki var upp á sitt besta. Já, en hvernig varst ykkur samt að Suzuki þegar að Sveppi var fyrir utan bílinn að eitthvað að tala um hvað var það eilu? Já, mástu? Já, gott. Suzuki. Ég gætt mikið upp á það. Já, það er að fá sko hátt í 400 view á YouTube sko. Já, ég veit. Það er alltaf vitt. Já. Herðu, við ætlum bara aðeins að hlera þig hjá minn. Já. Hvort þetta hefði breytt einhverju? Hvort þetta hefði breytt einhverju sko? Já, þetta hefði breytt öllu. Við þakkum Raka Gísla kærlega fyrir þetta alltaf. Já. Já, ég kann henni alltaf þekki fyrir. Ég sé þig á 50-daginn. Já. Þú væntalega búin í prófun núna loksins. Já. Ertu í skóla eða? Já, hann er búin að missa síðustu 30. Tjekka, Gali. Bye.
Þetta var Hjörvar Hafliðarsson og já, hann var nú ekki... Sportsdirect.com Íslands eina von. Hann vildi ekki syngja þetta fyrir einn. Nei, það er ástæður ekki. Hann fattaði buggið þitt, held ég. Jóladagatal FM 957. Fylgstu vel með í desembermánuði þar sem við munum 4 sinnum á dag. Opna glugga í Jóladagatali FM 957 og gefa vinninga. Vinningar eru glæsileg Casio, Fossil, Diesel og Adidas armbandsúr frá Rótium Kringlunni. Gjafabréf frá Herra Hafnarfirði og Herra Kópavogi. Gjafabréf frá Adam og Evu. Tölvuleikir frá geimstöðinni Kringlunni og LG snjallsíma úr L-línu. Allir vinningshafar fá einnig kippu af Egils Malt og appelsíni og pippmóla frá Nóa Sirius. Skráðu þig strax á heimasíðu FM 957, hlustaðu eftir orði dagsins á FM og við gætum hringt í þig. FM 957. Gleðileg jól. Jólagleðin á Wilsons Pizza. Allar pizzur á matseðli og aðeins 1390 kall fram á jólum. Wilsons Pizza, sími 581 1515. Jólasveinar allt land athugið. Þægu börnin verðskulda eitthvað gott í skóinn. Rendu við á N1 og bjargaðu málunum. N1. Meiri jól í leiðinni. Hátíðlegar tilfinningar. Gjafakort fyrir 2 á aðeins 7.900 krónur. Þjóðleikhúsið. Við sýnum tilfinningar. Í dag þriðjudagur. Það þýðir að það þriðjudagstilboð hjá Dominos. Þú sækir miðstærða pítsu með 3 álagstegundum af eigin vali fyrir 1000 krónur. Pantaðu þitt þriðjudagstilboð á dominos.is eða í síma 58 12345. Game of Thrones, loksins á íslensku. Stórkostlegasti sagnabálkur síðari tíma. Mögnuð bók fyrir spennufíkla á öllum aldri. Ugla. FM 957. Á FM 957. Hversu gott er blátt hrísgrjónunissa? Heklaðu ullarvettlinga hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Þið að hlusta hér á Autt og Sveppa á þriðjudegi og það komið að dagskrárliði sem sennilega svo erfiðasti í þessum þætti. Það er svona eina, ég kvíðis ekkert. En þetta er einhvern veginn óþægilegt bara. Já, ég kvíðis ekki. Nei. Ég nennis ekki. Nei, þú vilt þetta ekki. Það er bara svoleiðis. Já, ég veit það, en þetta er óþægilega könnunin og hún er búin að vera í smá frí í okkur núna. En það er búið að vera að koma ýmislegt upp núna í sturglegu staðrindum sem ég hugsaði með mér hvernig ósköpunum komast þær þessu. Til dæmis 8% af fólki í heiminum hefur þurft að steina sig með berum höndum þegar það er ekki pappirinn á almenningssalinni. Þannig að við ekki bara tjekka það núna hvort það hafa einhver Íslendingar skeitt sér með berum höndum. Já, fara svolítið úr svona kynlífstengdum spurningum út í svona piss og kúk. Nei, bara þetta er eitthvað sem maður verið að tjekka á. Þetta er ekkert eitthvað við að reyna að vera að finna. Þetta var í sturglugum staðreyndum. En ef ég til dæmis byrja, viltu ég sé að byrja að vinna aftur með, þú veist, morgunkotn og svona, viltu ég fara beint út í skítinn? Beint í viðbjöðun. Hvað segir þú? Sko, ef þú fer beint í viðbjöðun, þá er oft fólk svona skellt á, sko, en það er allt í lagi, það er oft von notalegt að láta skella á sig. Ég ætla bara að byrja Ok. Ég ætla bara að segja að vinna hérna á Papco. Papco? Ná ekki? Já, sem að gefa út klóspapír. Nei, við megum ekki minnast á nefn fyrirtæki. Nei. Þá getur þú bara satt pappír.is eða eitthvað. Eða eitthvað. Já, Davíð. Já. Þú komið sæll og blessaður, Átni heiti ég og hringja hérna frá Könnun. Já, hörru, hringdi eftir smá stund. Já, þetta tekur örskama stund. Já, ok. Það tók hvort þið mætti að henda á því 4 spurningu, vinnur. Já, þú maður reyna. Það ekki. Fyrsta spurning, borðaru morgunkotn á mótana? Nei. Nei. Og bara enga morgun mat, eða? Nei. Nei. Hvar tekur þú bensín helst? Það sem var bara, sem er næst. Já, þú ert ekki með neina sér stöð? Nei. Nei. Þetta er hvað sem er aftur dýrt, þetta skilur ekki máli hvað það er. Nei, ég skilði, sammála því. Áttu eitthvað sérstakann búð sem var vestlaði fyrir eitthvað annari? Nei. Nei, það er bara næsta búð. Já, svona þannig að ég finnst.
Nei, ég veit ekki, nei, bara þessu lágur versluleg, krónabónus netto, þetta bara svona, það sem við finnst að gera. Já, skil ég. Hefurðu hört að skeina þig með berum höndum? Nei. Laus við það? Aldrei lent í því? Nei. Nei, men hefurðu lent eins og er í því að vera á almenningssalinu og það er búinn pappirinn? Nei, held ég ekki. Nei, þú er ekkert lent í þeirra uppákomi? Nei. Nei. Ertu á bíl? Já. Já. Má ég spyrja þig hvað árgerðan er? Það er 98. 98. Áttu tölvu? Jú. Er það, má ég spyrja hvað það sé PC eða Apple? Það er hefur svona PC. PC. Áttu kynlíftæki? Nei. Fljótt svara. Hvað finnst þér eins og leiðis? Hvað er spyrjað næst? Já, Lásur. Er ég að tröfla þig, vinnur? Hæ? Er ég að tröfla þig? Nei, ekki lengur. Ekki lengur? Nei. Herri, já, hefur þú flogið með Icelandair? Já. En Vá er? Hvað segirðu? En Vá er? Hvað segirðu? Nei, ekki. Aldrei flogið með Vá er? Nei. Horfir á klám í tölvunniðinni? Nei, held ekki. Heldur ekki, nei. Herru, þá er þetta bara komið. Takk fyrir. Hæ, ömulugur endir. Ógstlega langa Það líka bara. Hefur þetta klám í tölvunniði? Nei, ég held ekki. Nei, þá er þetta bara komið. Hann var ekki þessu það. Það var annað gott bara flýgur með Icelandair. Já. Hefur þú hort að klám í tölvunni? Nei, klassi. Þetta er komið. Þetta er svo steikt. Ömurlega spurninga. Þetta var snild. Herru, ákveð með þér. Þetta er búinn. Á ég að fara beint í ruglið það? Bara svo þú vilt. Við erum kjánalega spurningar. Hæ? Eitthvað kjánalegt. Að ég vera sillisveppi. Þú getur hendið sillisveppi, þú vilt. Hann heitir Davíð. Halló. Já, góðan daginn, Davíð. Nei. Einar heiti ég og hringi hérna frá könnun.is og ætla aðtók hvort ég mætti spyrja nokkra spurninga. Það verður að gera könnun hérna. Ég er alltaf tíma í slösma, ég er að vinna, sko. Já, þetta er bara örfá spurningar. Ætla að fá bara að spyrja hvað til dæmis borðaru á aðfangadag í matinn. Já, það er ekki alveg að koma hreint. Ég held að það veri kalkúnabringur eitthvað með þess. Kalkún? Já. Já. Hvað eyðirðu miklu í jólagjafir? Það sé ekki svona eitthvað... Ég hef ekki alveg búin að taka saman. Það sé ekki svona eitthvað kringu 50.000 eitthvað. Eitthvað kringu 50.000, já. Hvenær kúkaður í því síðast? Er þetta eitthvað djókspurning eða? Nei, þetta er svona ákveðin fyrirtæki sem er búin að láta okkur hafa spurningar sem maður þarf að svara. Nei, nú veit ég ekki, ég hef ekki ungur á þetta. Örugglega yngri en 10, eins og flesti segja. Já, ég byrstu því. Stundur meira kynlíf jólin heldur en annan tíma ársins? Nei, það er ekki. Bara svona svipað. Herru, ég þarf að fara að halda frá að vinna. Já. Hérna, skeinur er fyrir aftan bak eða fyrir framan, svona undir? Herru, ég má ekki vera þessu. Nei. Takk fyrir þetta. En hefur skeintir með berum höndum? Blessaður. Bless. Óþægilega bless. Bara vil ekki að vera að vinna hjá þessi fyrirtæki sem er að gera þessa könnun. Þá væri þetta orðið svona í lokin hjá maður alltaf. Það er alltaf, já, bless. Já, þetta er fint. Takk fyrir, ég veit að þetta... En það að vera silly, það að fara í sillíinn, þá fær maður svona lítið fiðrildi í magan, sko. Já, en hann fór líka beint í bara hvaða djókur þetta og eitthvað. Helt var þetta aðeins áfram. Þetta var, já, óþægilega könnun. Þetta er ógilt. 957 hjálpar þeim sem eigum sárt að binda yfir hátíðarnar.
Það getur verið erfitt að biðja hjálp og því óskum við eftir því að þú sendir póst með upplýsingum þann sem við getum aðstofað á fmhjálpar@fm.is. Samstarfsaðilar FM Hjálpar ætla að gefa þér tækifæri á að gleðja einhvern sem þú þekkir með veglegum nauðsynjum fyrir jólin. FM 957, Netto, Next Kringlunni og Garðheimar. Gleðileg jól. Hver vill ekki gleðja vinnufélagana með glæsilegri tælenskri mataveislu frá Krúa Thai? Á hverjum fyrstudagsmótni hjá Ingva Eystins drögum við út fyrirtækjavikunar sem fær mataveislu fyrir alltaf 10 manns frá Krúa Thai. Skráðu þig og samstarfsmenn þína til leiks á fm957.is og veislan gæti orðið ykkar. Þú verður ekki sveikinn af tælenskri ævintýraferð frá snillingunum á Krúa Thai. Veifaðu OB-lyklinum á næstu Ólís stöð og spurðum tilboð dagsins. Ef þú kaupir tilboð dagsins, ferðu í jólapott OB og getur unnið gulllykil OB sem gefur 20 krónur í afslátt fyrstu 10 skiptin og þú getur unnið 200.000 króna eldsneytisúttekt á aðfangadag. Kíktu á næstu Ólístöð og mundu eftir OB-lyklinum. Í dag þriðjudagur. Það þýðir að það þriðjudagstilboð hjá Dominos. Þú sækir miðstærða pítsu með 3 álagstegundum af eigin vali fyrir 1000 krónur. Pantaðu þitt þriðjudagstilboð á dominos.is eða síma 58-12345. Sólbaðstofan Smart. 3 staðir, 1 númer. 533-3350. Flottar vörur fyrir dýrin þín. Dýrabær, Smáralind, Kringlu og Krossmáa Reykjanesbæ. Jólagrautur, jólaönd, jólafriður heim og lönd. Gleðileg Netto-jól. FM 957 á FM 957. Hversu gott grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Já, ef að fólk ekki góða skap. Hvað sagði hann? Ég hafði ekki heyrt þennan. Safnaðu frímerkjum hvað það gott. Það Rautt Nissan. Rautt Nissan, safnaðu frímerkjum hvað það gott. Hressandi auðlýsingar. Já, þetta gaman, næs. Já, það leika sér með þetta. Já, leika sér með orðin, sko. Þið erum að hlusta hér á FM 95 og veistu, ég er að fá núna svona smá panikataksveppi. Já. Ekkert eitthvað, ég þarf ekki að fara að anda í poka. Nei. En ég er svona áttum á því að það komin 18. des og ég er ekki búinn að versla neitt, maður. Og núna, ég ger þetta alltaf á hverju ári og ég veit ekki okkur, einhvern veginn læri ég aldrei. Ég verð á síðustu stundu helgina með öllum hinum sem eru með allt upp á bak. Öddi, þú átt ekki konuböld. Hverjum ekki drullu saman hvort þú eftir að versla? Ég er bara að gefa frængu mínum og svona. Hvað? Heldur þau bara að ég sé ekki að fara að kaupa gjafir? Það eru 2 litla stelpur. Já, fer bara í Tiger og Maldauti eitthvað, skilur. Tiger? Nei, vá, sem betur fyrir ekki frændi þinn, maður. Ekki það er fullt af flottu vörur það líka. Ég ætla ekki að fara að skita á mig hérna. En nei, ég þarf að finna eitthvað. Hvað þarf það að kaupa svona mikið? Ég þarf að kaupa það mömmu. Maju systir, Dæju systir, frængu mínum, Karitas og Hafdís Önju. Pappa. Já, þetta er hellingur sem ég þarf að vesla. Þetta er alveg 7-10 gjafir. Ég þarf að kaupa handa 3 börnum, 3 frændum, konu, mömmu, pappa. Ég þarf að hugsa forrétt, aðalrétt, eftirrétt, vín með matnum. Íris með helmingina. Ég þarf að fara í Hagkaup og versla, skiluru. Það þarf að kaupa konfekt, það þarf að kaupa þetta, það þarf að kaupa þetta. Og svo náttúrulega in the shoe, you know, you have to give something in the shoe for the children. I have to think about that every night. That's something you can go to sleep every night without thinking about that. That is something I have to think about. Getur hún ekki verið það flókið? Nei, en enda er það ekkert flókið. Enda er ég ekkert að mikla það fyrir mér. En þú kemur hérna að ég er allir búin að kúka upp á bak núna. Nei, ég segi... Allt er 18. des bara. Já, ég er ekki að segja ég sé búin að kúka upp á bak, en ég veit þetta enda þannig að ég fer helgina þá ég eftir að kaupa allt. Já, það er átt að geyma þetta. Nei, maður á að geyma eina gjöf þar til á þorlák. Það er ógeðslega gaman. Taka bæinn, fá sér heitt kakó og kaupa eina jólagjöf. Sko, þegar ég versla jólagjöf, þá fer ég og er búin að ákveða hvað ég ætla að gefa. Það er mjög sniðugt. Ég er ekki að labba og skoða eins og Bjáni, sko. Nei, það er stórhættulegt. Það er dögt. Þetta er basically, ef þú ert búin að negla hvað það ætlar að gefa, þá ertu ekkert lengi að finna það, sko. Nei, þá er þetta bara in and out operation. Þannig ég ætti kannski að setjast heima bara í kvöld framan kertaljós
kertaljós. Fá mér heitt kakó. Já. Setja eitthvað gott jólalag. Good shit, þú getur keypt spritkerti og Nesquik. Þú er bara búin að græja jólin heima á þér. Og fara að hugsa hvað ég að gefa hverjum. Já. Sendur jólakort? Kannski að vefja mig í músastiga. Sendur jólakort? Nei. Ég þarf að skrifa 100 jólakort. Ég sendi ekki jólakort þetta. Ég þarf að skrifa 100 jólakort, Auðun. Ég þarf að prenta myndir af börnunum og sækja það og setja í hvert einasta jólakort og skrifa kæri vinur. Það er náttúrulega, það er bara ótrúlegt að þú skulle koma þessu fyrir. Þú ert náttúrulega að vinna sem lögfræðingur frá 8 mótnana til 11 á kvöldin. Hvar finnur þú tíma fyrir þetta allt? Já, ég finn ekki að gera það, þú er nægan tími í þetta. Já, ég bara segja það, skilur það, þú ert ekki svo eini sem að þetta gera eitthvað fyrir jólin, sko. En það var ég ekkert að segja það. Ég er nervis, ég var að kaupa allt, maður. Ég var bara að segja við það. Þetta var að þetta er smá stress núna. Hvað er stutt í jólin? Það er stutt í þau, sko. Og hvort að, ertu búin að fara eitthvað í jólatónleika? Já, ég fyrir alltaf á Bakkalút. Og eru þeir búinir það? Já. Hvernig voru þeir? Ég fór á sunnudaginn klukkan 5. Já, ok. Og svo voru ég klukkan 9 kvöldu líka, þeir eru búin með 5 tónleika. Já, eru Bakkalútir, mér er snabla vant að svolítið jólatónleika. Já. Það er svolítið erfitt að finna eitthvað við sitt hæfi, sko. Já, mér finnst það vantir svona aðeins. Svo fór ég á jólatónleika Kallabjarna í Staðarskála. Svo fórum við saman hérna félagarnir á jólatónleika Birgittu Haugdal. Þeir voru æðislegir. Svo er náttúrulega Frikki Dóri Jón Jónsson með jólatónleika 15. Já, í Hafnarfirðinum. Já, Bófa með helgina. Já, ég fór þangað. Og svo náttúrulega missi ég aldrei að Garðari Kortes. Nei, hann er líka með frábæra jólatónleika. Já, og svo er náttúrulega... Svo ætla Jóns í svörtum fötum að vera aftur í Galtalæk. Já. Það öskar á að liða þar. Já, þannig að Öskarinn jólinn. Maður ætti að geta fundið eitthvað í sitt hæfi, sko. Já, það er náttúrulega ekkert vesen að finna jólatónleika á Íslandi. Svo ég með þá. Það er bara ef þú kannt að syngja, það heldur tónleika þar. Já, við ættum að fara að halda okkar eigin jólatónleika. Einmitt, jólatónleikar auðvitað blöð og Sveppa Krull. Minnir eitthvað á það að við Pétur Jóhann Sigfússon erum með stand-up á Gullöldinni annað kvöld. Já. Það er ekki að teka því ef þeir eru í stuði. Við skulum fá hér eitt fallegt lag sem heitir Sín. Skjótt einum djók sem hann þarf að koma með á morgun. Geta ekki, þetta er allt bannað. Bannað er sagt án. Hvað er mikið til af íslenskri góðri tónlist í dag? Já. Þetta er Valdimar með Sín. Mér finnst bara íslensk tónlist til að aldrei hafa verið að góða og neynuna. Nei, bara Nýtu sko sálinn voru? Já, nýtu sálinn og þá var náttúrulega líka Toddmobíl. Ógeðslega góð. Legendary. Stjórnin, ég var endar Maja systir dýrkaði stjórninni. Ég var ekki jafn mikill fan. Ég var svona meiri sálinni. Já. Það var, stjórnin var svona alveg skvísuband, sko. Já, var svona meira við stelpunar. Sálinn var svona fyrir okkur strákana sem eru með öðru strákum. Já. Tjók. Okkur félagana. Og svo voru svona ljónharði gæðin og ég sem að fíluði 90, sko. Já, ég fílaði alltaf 90, sko. Já, það var ógeðslega góð. En það er að detta núna inn lægið á leiðinni heim. Já, og það er bara fyrir alvöru kallmenn. Já, og þetta tengist afmælisbarni dagsins. Fyrir ykkur sem var ekki að hlusta hér í byrjun þáttar að þá á, draugurinn Keith Richards afmæli í dag. Legend. Ég veit hvað að hugsa, hvað er hann, 130? Nei, hann er 69 ára. 69, og sjálft hann hliti það vel út. Hókina reynslu og hefur, átt fín 69 ár. Já. Ég vennu reynda líka að gefa hérna smá sjátátt á Rolling Stones Ísland. Við kíktum á þá félag og Hvíta Riddaranum á laugardaginn var. Guð minn almáttugur. Vá, hvað eru góðir. Ég veit fyrir vist að þeir eru að spila á milli jól og nýjárs hérna á gamla gauknum. Já. Og ef þið hafði ekki séð þetta, þá verðið það að kíkja. Þetta er Bjössi Mínus og fleiri. Bjössi Mínus sem Jagger er bara með því svalara sem ég séð. Já. Þeir eru alveg sjúklega góðir og sko ég sem gríðalegur aðdáandi Rolling Stones. Já. Þá er þetta eitt besta coverband af Rolling Stones sem til í heiminum. En það samt, það tók enginn eftir því samt á Hvíta Riddaranum að laugardaginn að þú fílaði þetta. Nei. Þú varst svo rólegur og tann. Já, ég missi mig alltaf þegar ég heyri Stones-lög, sko. Varstu ekki búin að var ekki komið blóð á sköpplúkina þér? Sko, ég fyrst að, og var þetta í Mosó? Já, Hvíti Riddarinn. Já, ok. Ég vissi ekkert hvað ég var í bænum, nei. Já, þetta er eðalstæð. Nei, ég missi mig alltaf, sko, þegar það er Stones-kvöld, sko. Já, og ég talaði við þá og við erum að fara að hittast Stones-halli og ég var að segja við þá, sko, að mér langar svo að hittast, sitja og hlusta á Stones-lög og það er bannað að tala saman. Ok.
Hann okkur hittist það ekki bara að segja ykkur á horninu og hlustu Það var að geta horst í aug og nikka. Gamla nikkið. Þetta heyra þennan part. En þeir voru geggjar og ef þið hef ekki séð á kort, sko, ég ekki að mikill Rolling Stones aðdáandi og Sveppi. Persónulega eru mínar uppáhaldshljómsveitir Nirvana og Guns N' Roses, en ég skemmti mig konungla. Þeir eru líka, þú þarft ekki að vera neitt gríðalegu Stones aðdáandi til að fíla að fara á Stones. Þeir eiga svo ógeðslega mikið að lögum. Þú fílar alltaf eitthvað með þeim, sko. Það er alltaf eitthvað. Bara svo móðir Teresa. Rétti að Sveppi, ég elska þú finnur eitthvað svona ótrúlega góða samleikingar eins og þessa, en lagi á leiðinni heim einmitt með Rolling Stones þar sem að Keith Richards á afmæli í dag og þetta lag tengist nú líka deginum í dag, það þriðjudagur, það að koma jól og hann svolítið rúbi Eitt af mínum uppáhalds Rolling Stones hér lagi á leiðinni heim það var Sveppurinn sem að heimtaði þetta og sjálfsögðu í tilefni dagsins, Keith Richards á afmæli í dag til að hafa mikið með það, Keith hefur út að hlusta kallið minn Lilla líkur á því svo sem eða náum gæðanferð Já, þetta svona draumatengdafæðir okkar allra ég vildi óska að það væri pabbi minn Nei, það myndir ekki óska þér Jú Nei, hvers konar faðirni hefði það verið? Það veit ég ekkert Nei, þú vilt ekkert að hvað en Sverri Friðþjófs, pulsusali Já, hann getur bara getið það smúti frís Svona, ef það komið að Keith Richards Já, þú getur ímyndaði hvernig pappi var ef ég vil fá Keith Richards sem pappa Það ekki góð meðmáli Það verður veikilast en það komið að lokum með okkur Sveppa hann mættur inn í stúdíu Rikki G og ætlar að vera með ykkur til 9 í kvöld takk vel á móti honum við Pétur Jóhann Sigfússon verður mættir hér á morgun klukkan 4 við erum búin að fara við víðanvöld hér í þættinum í dag ber þar hæst Gettu blöð Já, þú vannst það og við erum ennþá að rífast það sko, hvort þetta voru 1 stig eða 2 stig Náði smá kompakki þar og þakkláttur fyrir það en takk fyrir að hlusta þetta kæru hlustendur vonandi en að hlusta líka á morgun takkið vel á móti Rikka við ætlum að enda þetta hér á besta föstudagsklæðinu það með Svessa Bergmann og Aerosmith smellur við erum að enda þetta núna á sko, Rolling Stones og Aerosmith Já, það er fullkomið Nei, það ekki? Já Herðu, eigðu gleðileg jól, Sverrir. Við sjáumst ekkert fyrir bara 9 ári. Heyrðu, það snilt maður. Ég sé allavega ekkert í útvarpinu fyrir 9 ári. Nei. En það náttúrulega svo geðveikt að gera hér. Já, ég náttúrulega, veist, það eru sörur í kvöld og jólakort á morgun. Ég ætla að hætta Andi Póka og fara að vesla gjafir. Já. Ég heyri þér. Sem segir að þessi maður get ekki farið á háutónna, geta bara getið það sem úti frís. Eitt flottasta föstudagsslagið í FM 95 blöð til þessa Sverrir Bergmann og Dream On eftir Aerosmith. Rikki G tengi við af Sveppa og Idda og við hér saman til klukkan 9. Gefðu gjafabréf á Hamborgarafabrikuna. Hamborgarafabrikan 5757575 fabrikan@fabrikan.is Það opið í Elko Lindum og Skeifunni til klukkan 10 í kvöld. Elko, einfallega lægra verð. Game of Thrones, loksins á íslensku. Stórkostlegasti sagnabálkur síðari tíma. Mögnuð bók fyrir spennufíkla á öllum aldri. Ugla. iPad, aldrei á hvolfi, aldrei öfugur og aldrei ruglandi. Epli.is Jólagrautur, jólaönd, jólafriður heim á lönd. Gleðileg nettójól. Nett vatni í munnin þegar maður heyri þetta lag Bakalútur, Cozy heit par excellence og þá fann maður að heyra í alla þá góðu rétti sem að verða á jólaháttíðinni bæði aðfangadagskvöld, jóladag og öðrum í jólum. Spurningin ert þú búinn að kaupa jólamatinn og eitthvað nýtt í